Ein mikilvægasta auðlind Íslands fólkið sem í landinu býr og ef taka má mark á heimildum fund Íslands og mótun samfélags hér liggur fyrir að íslenska þjóðin öll komin af innflytjendum en rannsóknir á genamengi Íslendinga sýna að þeir eru blandaðir öðrum nágrannaþjóðum. Íslenskt samfélag þverþjóðlegra en margir ætla en það búa hér fjölmargir innflytjendur sem hafa áhrif á mannlíf og menningu. Innflytjendur eru afar virkir í mörgum þáttum þjóðlífsins og hafa með sér samtök sem treysta réttindi þeirra. Þá vinna ýmsar stofnanir að hagsmunum innflytjenda. Þrátt fyrir þetta mætti rödd þeirra vera sterkari í fjölmiðlum miðað við rannsóknir. Nú eru stór hópur af fólki af erlendum uppruna frá ótrúlega mörgum þjóðernum sem eru búsettir hér á Íslandi og hafa búið mjög lengi. En þetta í raun að vera ósýnilegur hópur. Hlutfall fólks af erlendum uppruna 9% í dag, það fór alveg vel yfir 10%, þannig að nánast 1 af hverjum 10. Rannsókn Írisar Ellenberger áhrif innflytjenda á íslenskt þjóðlíf felur í sér endurmat á sögunni og ætlun hennar að sýna hvernig samfélagið á rætur í alþjóðlegri jarðvegi en áður var talið. Þetta þekkt fyrirbæri í sögu Íslands að það koma stórir hópar af innflytjendum og setjast hérna að. Sumir eru kannski í skamman tíma en aðrir setjast að til frambúðar. Eiga þátt í að mynda þetta mósaík sem að kannski Ísland og íslensk þjóð þótt við viljum kannski halda að við séum voðalega einsleitt, að þá höfum við þessa sögu af stórum hópum af útlendingum sem koma hingað og setjast að og kannski kynnast íslenskum ökum og eignast Íslendinga með þeim. Íris beinir sjónum að dönskum innflytjendum. Hún segir að við upp af síðustu aldar hafi íslenskt samfélag verið miklu opnara gagnvart útlendingum en nú og þá hafi Danir haft sömu réttindi og Íslendingar. Og þetta svolítið merkilegur innflytjendahópur að því leyti að þeir voru áhrifamiklir í íslensku samfélagi þótt þeir væru kannski ekki ýkja margir, allavega ekki til að byrja með. Þeir nutu fullra réttinda á við Íslendinga fram til 1944 og voru allavega til að byrja með nokkuð leiðandi í íslensku samfélagi, sérstaklega þegar kom að því að byggja upp innviði bæjarsamfélaga hér á hverjum landið. Og svo gerist það náttúrulega 1944 að Danir missa þessi réttindi sem þeir höfðu. Þeirra réttindi verða bara eins og réttindi allra annarra þjóðernishópa, sérstaklega annarra Norðurlandabúa. Og þá verða rosalega mikla breytingar á hugum danskra innflytjenda á Íslandi og hópurinn líka breytist. Ekki jafn mikill munur og margur gæti ætlað á ásetningi þeirra Dana sem fluttust til landsins fljótlega eftir seinni heimsstyrjöldina og þeirra innflytjenda sem komu hingað snemma á þessar öld. Í raun má segja að Pólverjar og fleiri þjóðir hafi komið hingað í leit að vinnu líkt og Danirnir forðum. Þá fyrst, og það kom mér á óvart, þá kemur rosalega mikið af Dönum til Íslands og talað þeirra hækkar mjög mikið. En það á sama tíma og hópurinn valdaminni og réttindi þeirra skerðast sem mjög áhugavert. Það náttúrulega atvinnuleysi í Danmörku eftir stríð og mikið af ungum Dönum sem að leita eftir atvinnu erlendis. Og þá eru þessi tengslanett við Ísland ennþá til staðar. Þau degi ekkert þótt að stjórnmálasambandinu sé lokið. Aukin atvinna og betri lífsgæði réðu mest að fólk flutti úr sveit að sjávarsíðunni á öldinni sem leið. Það sama virðist vaka fyrir því erlenda fólki sem tekur að flytjast til landsins í ríkum mæli snemma á þessari öld. Í báðum tilvikum það fiskurinn sem aðdráttaraflið. Það vekur athygli hversu stór hluti innflytjandana frá Póllandi voru konur. Það sem gerist í kringum miðjan 10. áratuginn að konur sækja í minna mæli í fiskvinnslu á landsbyggðinni og fara að leita tækja frá annar staðar og það vantar fólk til að vinna í fiskinum og þá sóst eftir erlendum konum og þannig að til 2004 voru fleiri konur en karlar erlendir á Íslandi sem komu til að vinna. Flestar kom frá Póllandi. Og það þar sem að tengslinn byrjaði við Pólland að konur sem hefðu kannski gifst Íslandingum fara að hjálpa til við að finna og verða mikilvægir tengiliðir við Pólland við að finna vinnuafl. En síðan var líka heilmikið auglýst í Póllandi eftir starfsfólki til að vinna í fiski á Íslandi. Það þannig sem að tengslinn kom við Pólland upphaflega sem sagt. Það ólíkt víða annars staðar þar sem oft talað að karlarnir komu fyrst. Á Íslandi voru það konurnar sem komu fyrst og voru fleiri eins og ég segi til 2004. Most of Poles that came here, they came to work, so they were immediately integrated in the labor market. I mean, it started from a small number of people that came, but then it was developing, and once this connection is established, it's like Iceland is more known in Poland now, so it's an option for migrants.
Í hruninu féll íslenska krónan með þeim afleiðingum meðal annars að tekjur innflytjenda skertust, ekki síst hjá þeim sem sendu fé til ættingjana í heimalandinu. Þá urðu einnig margir innflytjendur atvinnulausir en héldu þó tryggð við landið. Some of people come from small towns in Poland and from the areas where there is a high unemployment. So actually there is no option for them to go back to Poland, because they would end up unemployed as well. So the trust, I suppose, it's like Iceland will recover much faster. There is a big group of people that consider Iceland to be their home, so they were staying or they stay. Ólíkt fyrir kreppum þá fer fólk síður, kannski vegna þess að kreppan svona meira alþjóðleg og það líka kreppa þar sem þaðan sem þau koma, en það líka vegna þess að fólk náttúrulega ávinnir sér ákveðin réttindi, eins og réttindi til atvinnuleysisbóta og annar réttinda sem af því það flestir sem hafa komið hingað til að vinna frá Evrópu og hafa sömu réttindi og Íslendingar á vinnumarkaðnum. Atvinnuleysi í framhaldi af hruni hefur bitnað harðar á innflytjendum en á Íslendingum. The situation has changed after the crisis, when many lost jobs and so there is unemployment among immigrants and among Poles as well. But before it was not the case at all. So I mean, when they were coming, they were immediately working in the labor market. Definitely crisis effect, and some people didn't have any access to welfare, so they left immediately. Some people lost job and then wanted to stay here without job, so they left as well. Það ennþá hærra hlutfall atvinnulausra meðal innflytjenda heldur en meðal Íslendinga. Þá ég sérstaklega við erlendra ríkisborgara. Þeir sem voru nýkomnir, það hærra hlutfall meðal þeirra atvinnulausir heldur þeir sem hafa verið hérna lengur.